Ég ætla að gera pastasalat sem var að gegja taka með í bílinn bara. Hvað? Ha? Hvað? Það er ekki nokkuð. Alli? Það er ekki svo lítið hérna. Nú veit ég ekkert hvað ég á að segja. Ánæður? Þú sáttur það? Ok. Þessu... Taka... veit ekki... 7, 8 held ég. 8. Gleðilega fimmtudag. Ég er ánægður að hafa ykkur hérna með mér. Þó að sé föstudagur eða lögdagur eða sunnudagur eða mánudagur eða hvaða dagur vikunar. En ég ætla að gera pastarétt, kaldan pastarétt sem væri geggjað að taka með í bílinn í staðinn fyrir að stoppa og kaupa pulsu fyrir 900 kall. Og þú veist, og þá fyrir alla fjölskylduna, það er þá 4, þá er það 18, 2600 kall. Ekki? Gróflega. Pluss gos og ís fyrir börnin, þá erum við bara strax komin upp í 9000 kall, jafnvel 15. Þannig að þetta er bara svona kaldur pastaréttur, þar sem við getum bara sett í box og stoppa í einhverju lautu og þá er gott að nibla á þessu sko. Og það þarf ekki alltaf að vera Oreo keks og eitthvað svona stemning sko. Það er hægt að nota pasta, en ég ætla að sýna ykkur núna hvað er í þessum rétti. Bara pasta, svo er það mango, rauðlaukur, rúkóla, blaðlaukspírur og graskersfræ. Svo náttúrulega þetta bara salt. Svona eitthvað nefn. Þetta er allt sem þarf. Við ætlum að byrja á því að... Nei. Byrjum á því að sjóða pasta. Ég glemdi að tala um aðalatriðið. Það er sem sagt heitreiktur og handfæraveitur makríll frá Sólskeri á Hornafirði. Sko, þetta er svona, ég með blendan tilfinningar fyrir þessu. Ómar Frans, eigandi þessa fyrirtækis, hann á engan veginn skilið að ég sé að tala um vörurnar hans, en vörurnar hans eiga það bara svo fyllilega skilið. Þetta eru geggjaðar vörur frá honum og þetta er ekki auglýsing, hann gaf mér hennar fisk bara út af því að hann gefur mér alltaf fisk þegar ég kem í heimsókn til hans. En endilega hringi í frú Laugu, ég set númerið upp hérna og tjekki hvort að vörurnar hans Ómars séu þar. Sólsker vörurnar, hann er með meira og þetta er geðveikt, þetta er trillgott. Bíðum eftir þessu, við setjum þetta bara hérna upp og við preppum upp restina. Sko, við erum að passa okkur að geyma olíuna af sólþurrkuðu tómatunum. Við ætlum að nota það í réttin. Svo góð leið sem ég finnst, þið vitið ábúinlega hvernig á að gera þetta, en það er að skera í, ég vil hafa litla týninga, þá skerum við bara hérna svona í gegn, svo skerum við á móti, svo opnar maður bara svona, þessi vel ræpaður. Sem var eftir ræpaður á íslensku. Það hljómar eins og niðurgangur. Vel ræpaður. Vel... Þroskaður. Vel þroskaður. Takk fyrir allir. Svona. Ég ætla bara að skera hinn hlutan líka. Svo góður. Svo því að þú ert chefinn, þá mátt þú nibla á þessu. Á hérna steinunum. Það er alltaf nóg að kjöta á honum. Nú því ég er góður gaur þá gef ég alla. Það er bara sama hérna.
Líka sko, svona, ef maður er bara að gera þetta heima hjá sér, og líka hægt að bjóða upp á hvítlauksbrauð. Þetta er bara hálfur hvítlaukur. Og ég kynni þennan hvítlauk bara brauðinu og þeir eru verða bestu vinir. Svo hérna skellum við smá olíunni. Það er svona. Smá salt og þá er þetta bara komið. Og núna þurfum við bara að bíða eftir vatninu og þá getum við bara að fara að setja þetta saman. Þegar því að við erum í sveitinni þá hérna þurfum við að nota bara vöfflujárnið hennar mömmu í hérna ég hef búið til ristabrauð. Þannig að meðan hérna vatnið er að sjóða þá ætla ég að henda þessu í. Mér finnst eiginlega mjög skemmtilega að fá mér svona grillaðar samlokur í vöfflujárni heldur en alvöru járni. Hvað segir Otto Frans? Hvað segirðu gamli? Það er bara að labba í burtu frá mér. Sjá þetta gamla dýr maður. Hvað segir Otto? Varstu að pissa einhvers staðar? Þetta er hann Otto Frans, hundurinn minn. Hvað segir Otto? Það ekki segja hæ bara? Já. Hann er ekki hrifinn af pasta, hann er eins og pabbi. Þeir tveir eru hérna jafn matvondur á pasta. Þeim báðum þykir sko pasta ekki vera matur eins og svo margir á þeirra aldri. Já, þú fussar og sveigir yfir þessu, Otto Frans. Það er sko, heitir Otto Frans með setu. Bara svo það sé á hreinu. Komið gott, þú lefur að fara. Það er fyndið, það er alltaf til vöfflujárn í svona sumarbústaðum. Það er bara, það sé eitthvað svona basic dæmi. Þannig að þetta vatn ætla ekkert að sjóða. Helvíti gott. Gef mér þessi hérna bara. Þá er bara að taka makrílinn frá honum hérna, frá honum Ómari. Hann er sér reyktur. Þá þarf maður að taka sér, maður að passa það er beingarður hérna í miðinni. Tökum við bara svona. Heldur flottur. Svona reyktur makríll, þetta er alveg herramanns matur, þetta er alveg svakalega gott. Farið að sjóða. Hvað gerum maður þá? Hendum við pastan út í. Þetta ætti að duga. Læt þetta duga. Aftur ofan á. Við færum hérna aftur yfir. Þetta inn aftur. Og við höldum áfram að skera. Svo brjótum við bara fiskinn svona niður. Þurfum ekki að vera að skera þetta neitt. Skellum við svona rúkóla reddi hérna. Þetta var tilbúið. Þá kemur að því sem ég finnst skemmtilegast við að elda úti er það að maður getur bara suppað að vild. Við þurfum að snöggkæla það. Það er ekki besta leið til þess að kæla þetta.
Nú er bara að dressa þetta. Það er hérna olían úr sólþurrkuðu tómatunum. Sólþurrkaðir tómatar, mango, rúkóla, fiskurinn hans Ómars. Þessu smá hérna. Já, þetta er í fyrsta skipti sem ég pröfa þennan rétt. Ég hef aldrei gert þetta áður. Ég bara smakkaði fiskinn hjá Ómari og hugsaði með mér, ég þarf að gera eitthvað með þessu hráefni. Það fyrsta sem kom upp í huga var eitthvað slags pasta. Einhver graskersfræs fyrir svona crunch. Og þá er þetta bara tilbúið. Mamma og Atli þau ætla að þora að smakka. Nú bara krossa ég fingur hvort þetta sé ekki bara ógeðslega gott. En hérna er ég með 3 diska af köldu pasta með smá hvítlauksbrauði. Ríkalega gott. Og ég vil bara smakka þetta. Þetta er svakalega ferskt og sumarlegt. Takk fyrir að horfa. Enn og aftur. Mér leiðist ekki að segja þetta. Þá væri ég geðið til að þau myndu leggja, deila og sharea þessu. Og af því að það kemur þáttunum bara lengra og það fær fleira fólk til þess að horfa og þetta snýst bara það, að fá fullt af fólki til þess að horfa. Þannig að þá hef ég meiri tíma til þess að gera meira fyrir ykkur og fyrir mig og því að þetta er þetta rosa mikið fyrir mig líka bara. Þannig að mér finnst þetta ógeðslega gaman. Þannig að takk, sjáumst í næstu viku. Bara hlakka til hvað ég ætla að sýna ykkur þá. See you. Allir fá þér.